Já, Hákon, má byrja á að hrósa þér fyrir hvernig þú mótiveraðir liðið til þess að mæta þetta til leiks í dag. Þú lítur að vera ánægður þó allavega með það þó að sigurinn hafi ekki komið. Já, margt flott í þessu og mér fannst svona, þú veist, við erum ennþá bara á þessari braut sem við erum búin að vera undanfarna 2-3 mánuði. Þú veist, við erum stígandi í þessu og við erum að verða betri en það er samt alltaf, kemur alltaf ennþá, hvað reyndar ekki síðasta leikamöndin í Njarðvík, að kemur alltaf þessi downkapli þess að við missum orkuna og við vorum langt frá mönnunum okkar og sóknin okkar verið hikandi og hæg og þá bara lítum við ekki vel út, sko. Eftir að byrja tímabilið á ansi mörgum tapleikjum þá hafum við unnið nokkra leiki núna í síðustu umferðum og virðist eitthvað samt stefna upp, eru komin að hingað í undanúrslitin og það er með hækkandi sól að þá virðist eitthvað líða betur í Þorlákshöfn með Hveragerði. Já, gerum það, en æfum okkur vel að tapa fyrir áramót. Fannst það leiðilegt, þannig að við ætlum að reyna eitthvað nýtt, þú veist, en þú veist, við auðvitað líka gerum bara breytingu á liðin okkar, þú veist, sem er bara góð fyrir okkur og það sturgluðu þetta í kvöld, sko. 30 og ég veit ekki hvað enda í, 33 eða 6 eða eitthvað. 33? Já, þannig að það er ekki töfrabröð mér, sko, bara kom betri leikmaður, sko. En annars, já, þetta er bara, ef við viljum það og höldum upp í okkar orku þá, þú veist, erum við góðar, sko. Öll liðin nema Grindavík, Tindastóll og Keflavík í bara fríi þessa dagana. Skiptir ekki máli líka bara svona halda orkunni gangandi eins og þið náðu að gera núna í þessari viku? Jú, ég ætti ekki að neita fyrir það, ég hefði alveg viljað að fara í bikarúrslitin, sko. En þú veist, nú bara getum við bara undirbúið okkur, einbytta okkur að Tindastólsleik sem er á miðvikudaginn næstu viku, heima. Þannig að nú förum við bara í það, sko. En ég hefði viljað bikarúrslitin. Upp og áfram? Já, bara svolítið. Kæra þakkir.